Já, og þeir eru með tvo reynslubolta, Ari Magg og Birkir sem eru komin inn í þetta. Og svo eru þeir með gríðarlega unga og efnilega stráka. Stjarnan, vel gert. Já, Siggi ver þetta vel. Já. Uppalinn í FH. Já, Stjarnan er svona í smá, endurnýjunar fasa. Eru reyndar með mjög sterka leikmenn með Tandri náttúrulega þar og Sveinn Andri sem þeir fengu frá Selfossi og gríðarlega efnilega línumann að mínum mati. Hávaxinn, hann Jón, hann er búið að vinna mikið í honum. Stór og sterkur og skrokkur sko. Já, hefur mikið potential eins og við segjum og góður í íslensku eða einhverju. Já, mikið efni. Ef við tölum góða íslensku. Já, F-fangurinn náttúrulega fengur líka frá K.A. uppalinn F-fangi. Já, og hann Birkir ver þetta bara. Birkir er góður markmaður nefnilega, hann stendur vel og býður og er mjög góður markmaður. Ég er að reyna að vinna mig líka í myndatökunni, þannig að þið afsakið að ég er ekki að fá heila blóðfull ef ég svona út stundum. Já, myndatökumaðurinn okkar, hann týndur. Missing in action. Hann hefur ekki vitað að setja leiknum. Nei, en við reddum þessu. F-fangar koma á staðan 1-0 fyrir FH. Og Jakob Martin, þá sér hann ekki oft klikka á svona færi. Það er ekki hægt að segja hana heldur en F-fangarnir séu mjög vel mannaðir í vinstra horninu. Já, heldur betur. Já. Já, vel gert til Stjörnuna Hanna, góð sókn. Já. Við sjáum að skemmtilegt lið sem að FH með inn á. Þetta er svona, já þetta er blanda. Reyndir, ungir og svo ungir og óreyndir. Já, og FH þurfa svolítið að treysta á stóran hóp í vetur. Já, þeir eru að fara í Evrópukeppni, reyndar eins og Haukar og Valur. Það fá ekki að missa boltan. Og Stjarnan getur jafnað leikinn. Góð árás hérna á Sveinn Andri. Gerir þetta vel, mikil skriðstungi. Góð árás. Tókum eftir í leiknum að þriðjudaginn að það gerðist. Sveinn var algjör driffjöður í sóknarleik Stjörnunnar. Já, og setti Birki í mikið vandræði. Já. Fór aðeins með hana, ég held að ljósin var að fara að slökna. Það var bara fyrir ofan okkur. Þetta er miklu hugulegur núna. Já. Svo erum við náttúrulega með hérna á hægri vagnin hjá FH, Jóhannes Berg, frábær leikmaður. Já, vel gert. Staðan 3-2. Eftir 5 mínútur, aðeins meira að skora fyrstu mínútunni í þessu leik, heldur en í síðasta leik. Já, hérna er hann sem er að minnast á aðeins sem kom frá K.A. Óli Gúst, sem er náttúrulega uppalinn F-fangur. Er hérna kominn aftur heim í Krigan. Einar Jónsson vil meina að Haukar hafi fengið betri helminginn í því, þar sem konan hans og Rutt er í gegn til liðs við Hauka. Já, þau greinilega litist vel á Hafnarfjörðinn. Já. En Anna fór í hvítt og hinn í rautt. Já, það er fínt. Gott að skipta þessu. Það er rétt. Þetta er vítakast, góð árás Hanna. Já, mér fannst dómarinn gerur þetta vel. Hann býður svolítið lengi, hann sér nákvæmlega hvað verður og býður með að dæma bara þangað til að, Já, bara hárétt. Þú veist, leifir svona aðeins að fljóta. Já, og Tandri tekur fyrsta víti fyrir Stjörnuna og skorar. Og F-fangarnir koma. Við tókum líka eftir hjá F-fangunum í síðasta leik hvað Jón Bjarni er mikilvægur inn á línu. Það er bara gjörbreyttist allt þegar hann var mættur inn á línu. Já, hann dregur nefnilega ekki alveg nægilega gott skot þarna. Nei, hann átti svolítið erfitt uppdráttar í síðasta leik.
Hún skora 2 mörk núna. Já, hann að byrja mun betur. Ég verða að viðurkenna, ég man ekki nafnið hans. Ég skal bara... Komast það, Já, þú statsið, hvað statsið? Það bara dettur ekki. Það kemur bara ekki inn. Hann kom ekki nöfn á leikmannum á hann. Vel gert hjá Tandra. Og Birgir að sjálfsögðu. Já, býður vel, stendur bara og býður. Þetta er... Og átt að... Já. Og átt svona að hérna... Það átt að býða Birki út, eins og við segjum. Birki bara stendur og... Alveg pollarólu. Sultuslagur. Það er hann á áttum hérna á myndavélinu held ég. Það er svo að hafa ekki gert neitt annað. Já, Stjarnan kemur í sókna, getur jafna leikinn. Og Setnandri sækir á og Tandri. Já, Birkir ver. Hann greinilega hefur fengið tölvupóst í morgun. Það hefur eitthvað verið samskipti milli markvara í þessu móti. Frábærlega stólið bolti hana. Og gott mark. Vel gert. Stjarnan vinnur boltan og jafnar. Fínasta hraðaplöp þarna. Og staðan 4-4 eftir 8 mínútna leik. Einar Sindra á miðunni hjá F-fæðingunum. Ég myndi, fyrir mér leikmaður sem að ég vil svo miklu meira af, en kannski erfitt þegar þú ert í sterku F-liði. Og heldur betur tala nú ekki ef að Ása og Aron fyrir fram að þig. Já. Bara einn besta leikmann, hvað hefur ekki bara eiginlega ennþá í heiminum fyrir fram að þig. Svona Frandans líka. Jú, getur lært mikið á honum. Já, klárlega. Ég er hrifinn af Einar, mér finnst hann skemmtilegur leikmaður og góður strákur líka, fyrir utan það. Það helst oft í hendur. Já. Stjarnan kemur á. Það er ekki bara skref af Sveinn. Það var svona lykt af þessu. Ég hefði ekki dottið úr stólunni meðan hefði þetta skrifað þetta. Nei. Hún var svona tiplað með boltan sko. Já. En sjá það, Hrannari mættur hjá þjálfari Stjörnu, hann var ekki á þriðjudaginn, ég veit ekki. Ég var að reyna að grafa eitthvað upp hvað hann var inn. Hendur komin upp. Vel spilað hann á, vel klárað. Já. Þannig býður hann. Það er svona það sem Jón fekk þarna sem að gerast oft hjá hornamönnum, að hann fær hérna, já, ég er sammála þessu, þetta var tvígrip. Já, fær hérna svona pússið og dettur fóðu einhvern veginn inn í annað færi heldur en þú ert að fara í. Já. Við sjáum það að hjá þessu Stjörnuliði þá mun mæða mikið á honum Sveini í vetur. Já, gríðarlega mikið sem mæða á honum og ég vona það, mér finnst hann, þetta er mjög skemmtilegu leikmaður og vona hann haldist heill. Þetta til dæmis mjög vel gert. Já, þannig bara mætir varnarmaðurinn út á hann og Svenni bara snöggur að lesa þetta og lappa framhjá. Gríðarlega sterkur fintari. Algjörlega og Stjarnan er komið 2 mörkum yfir. Já. Ég segi það ekki, það eru kanónur á bekknum hjá FH. Jú. Þetta er kannski, það er svona byttu nú við. Andlit. Já, þetta var alveg óvart held ég. Þetta er 2 mínútna brottvísun, það er bara rétt. Svona líka kannski smá hæðamunur og það var svona oft vilja hendunar rata þær upp í andlitið. Kemur fyrir. Það er að koma inn á hérna hjá FH í hægra hornið. Ég held að hann heitir Þórir þessi strákur, ungur efnilegur. Hann spilaði á þriðjudaginn og gerði það virkilega vel. Birgir var ekki í hóp á þriðjudaginn, sé hann er nú á bekknum núna. Það er spurning hvort að það sé, eins og maður segir, eitthvað smá njask í gangi.
Já, en það er líka mjög skemmtilegt að sjá hérna F-fáingarna svolítið svona leifa ungu strákunum að fá séns í þessum Já, algjörlega. æfingarleikjum, svona eins og átt að vera að gera. Já. Ekkert bara þeir öll liðin hafa nú verið að gera það vel í þessu móti. Já, við sjáum það náttúrulega eins og segi í hóp hjá FH í dag Aron ekki og Leonard ekki. Leonard náttúrulega uppalinn Haukamör, við verðum alltaf að segja það hérna á Haukatífi. Það er rétt. Og Við tyggjum það onni. var held ég einn af tveimur leikmönnum FH-liðsins sem hafði áður unnið Íslandsmeistaratitil fyrir áður en klára Íslandsmeistaratitilinn í vor. Já. Ég ætla ekki að fullyrða það. Nei, en þetta er góð kenning. Já. Já, þetta var vel gert hjá stjórnumönnum. Frábært. Nú komin inn á stjórnunum líka hérna í skiptuna Hans Jörgen sem kom frá Selfossi. Já, það eru margir Selfyssingar hér og það er núna. Voru svona. Menn sem spiluðu á Selfossi í fyrra og síðustu ár eru komnir hérna á ýmsa staði. Og þetta Já, vel losa niðri. Opinn hana vel stokki inn bara. Já, Siggi stóð vel á hann en mér fannst, ég verða viðurkenna, mér fannst hérna nærhornið vera svolítið opið. Já, það er svona líka þeim er ungur og svona maður langar ógeðislega mikið að skora. Já. Það er 7-4 fyrir Stjörnuna. Viðurkenna það, bjóst ekki við þessu fyrir fram. Nei. En já, vel varið hann að greipa hann með fætinum. Góð sending og vel greipið og þarna kemur markið niður í nær. Vel gert. Hann hefur verið að hlusta á Haukatífi. Já, hann er með okkur í eyrun. Já, það er nokkuð ljóst. Já, og hérna þegar hann kemur inn á Jón þá skiptir það eru fættir í 7 og 6 Stjörnan. Já. Já, kannski var áhugavert að sjá. Það er Jón á línu og hann hérna Jóel heitir hann helgi, kom úr Val þessi strákur. Vel skotið hann að Tandrinefla er allt í lagi skotmaður. Já. Já, hann hefur ekki séð Sigga í markinu, hugsaði ég. Já, Siggi hann er svo hárið, hann er í fjölulit. Hann fjölulit með hann. Já, það hérna kom hann svolítið óvart að hann Jóel þessi sem er hérna á línu núna með Jóni í Stjörnunni, þetta er valsari. Og kom svolítið óvart hann skildi færa sig af því að valsararnir voru nú að missa línumenn. En ég er með skúp. Með skúp? Ég er með skúp. Já. Það er ungversku línumæður kominn og er í tryout hjá Val. Já. Það er skúp, nýjasta nýtt. Þetta farið í Haukatífi. Já, fyrstir með fréttinar. Beint í það. Búm. Ungversku línumæður. Ungversku línumæður, Óskar Bjarni er búinn að hérna skáta. Fann einn ungverskan sem að ungverðinir þekkti línumenn hjá þeim. Já. Ekki smá skápar. Já, bara nýtið við konust við hann. Já. Það voru tveir hérna. Já, vel varið hann að Sigga. Markverðinir hafa bara veitt. Vel stendir. Já. Þú heldur náttúrulega statistíku yfir markverðinu helgi eins og venjulega? Jú. Allt í teskið. Byrjum aðeins núna? Já. Óli Gústaf 2 mínútur. Ekki fyrstu 2 mínútur sem hann hefur fengið á ferðurum. Ó nei. Það er giska að Siggi sé komið með 3 bolta og Birki 4. Já. Gefum okkur það. Jafnvel fleiri. Já, jafnvel fleiri. Víti. Það er Tandri sem að tekur þetta víti fyrir Stjörnuna. Já. Og hann bara skorar. Dómarar þessa leik eru hérna ungir öðnilegi strákar sem að hérna hafa verið að vaksa mikið í dómgæslunni. Já, og þeir eru konum með EHF réttindi. Já, þeir eru konum með það og svona skemmtilegt að sjá svona unga strákar sem eru komnir þetta langt og
geta hann á enn lengra. Já, ég heldur hafi nefnilega einmitt eigi tækifæri að dæma ólympíuleikum. Já. Hef ég heyrt. Já, og bara, það vonandi að handboltinn hangi inn á Ólympíuleikum þá. Já, hann gerir það alveg. Já, Ási kominn inn á hérna hjá FH. Það það 25. tíðanbílega að segja á FH. Já, eitthvað svo leys. Sýnist, já, Stjarnan manni færri. Nei, FH fyrir ekki upp. FH. Hendur komin upp hjá dómarunum. Já, gott. Góð finta, vel opn. Já, úti og brottvísun. Þetta þú veist þetta. Þú stígur fyrir hornamann og það vít og tvær. Þetta ekkert annað. Það bara... Já, líka fljótt. Þetta bara svona, ekki fyrsta skipti sem að menn fá svona tværmyndir á sig. Nei. Og Símon kemur inn að taka víti fyrir FH. Hann gríðarlega örugg vítaskipta. Þetta öruggur í hotinu líka. Og Þetta var nú ekki öruggt víti. það ekki örugg að sé hér á honum, en hérna inn fór hann. Það væri nú gaman að sjá kannski þá bræður ná einhver tíman og einhver tímabúti kannski einum landsleik. Saman. Já, það alveg rétt. Ekki það eru nokkrir ágætis vinstri hornamenn. Svo það nefnilega. Við þekkjum eitt góðan. Og FH að gera þetta vel. Og var Jakob sem að kastar hann yfir alla völlin. Já, það eru þó nokkuð öflugir. Þetta ég ætla aftur að hrósa dómarunum. Já. Nú ég bara að spyrja hreint út ef að þetta svona fyrir fótinn á andstæðingnum en þú nær í boltan á þarft að dæma fóti eða dæmir mark. Nú sjáum við það. Þeir eru allan að ræða saman. Já. Klárlega tveggja minna brottvísun fyrir að hérna setja fótinn í boltan. En mér sýnist þeir slepp honum Jakobi. Já. Það ekki rekka út af. Sem náttúrulega það náttúrulega tvöföld refsing, skilur ég mig, að þú farið á þig mark og það ekki nóg. Jú, það alveg nóg, held ég. Þetta góð dómgæsla. Og gott frákast hann að Siggi vel varið, vítakast. Það tvöföld varsla á Sigga. Og spurning hvort að hann verði ekki bara víti líka. Já, það var í hérna fyrsta þrennan. Já. Hann allavega var nálægt í aðan. Já, það munaði ekki miklu. Það fyrsta tempó. Örugt var það. Ekki allir sem eru sattir við fyrsta tempó viti. Ef þú skorar þá skiptir það bara engu máli. Nei, það eru mörkin sem telja það. Já. Hvort þau komum fyrsta tempó og öðru tempó já, skiptir bara minna. Stjörnumenn að Tandir lyft sér upp og hávörðinu FH tekur þetta og FH keyrir hratt. Ég þarf að færa Sáum Sigga að læðast inn á, hann ætlaði svona að reyna. Þetta gerir Ási, leisti vel og jafnar faralega til leikinn. Staðan orðin 10-10. Já, 18,5 mínúta búið og þetta var stór undarleg sending. En Stjörnumenn halda boltanum. Svona svipaði í gær og svona frekar jafn fyrir áleikurinn hjá Stjörnunni gegn Haukunum og svona sigur Haukunum fram úr í seinni hálfleik. Já, var svona leikur þegar aðeins. Já, vel gert þarna. Fann Jóinn inn á línu sem að setta hann. Já, ég segi. Já. Ási mættur. Já, Ási bara refsar eða þú ert komin í vörn en ert ekki klár. Þá skýtur hann bara yfir hausinn að þér.
Já, við sjáum líka sko að hérna Þetta er vítakast. Við sjáum líka að hann Pétur á bekknum hjá Stjörnunni. Gríðarlega góður ræðsöndur leikmaður. Hann fekk reynda rautt í gær. Í fyrradagssegi. Já, 2 rauð. Já, 2 rauð. Ég hef ekki séð það áður. Nei, þetta er í fyrst skipti sem ég sé það. Athyglisvert, en það þýðir það að hann fekk 4 mynda brotum. Já. Skemmtilegt þarna. Þannig setur hann. Já, ég ætla að segja í fyrradaga þá var svona nokkuð jafnvægi á mig, sem sagt Stjarnan Haukar á meðan Sveinn og Tandri gátu spila eða spilum. Og svo svona dró svolítið af Stjörnunni þegar þeir fór út af. Já, svona eðlilega kannski þegar tveir sterkustu menn. Já, alveg klárlega. Já, vel gert þarna þessi ungur efnilegur þarna. Margir ungir og efnilegir hjá FH núna. Þeir hafa að gera vel í yngreflokkastarfinu sínu. Já. Góð vörn FH. Við sjáum núna að Jón Bjarni er byrjaður að liðka sig. Já, fyrir aftan FH-bekkin. Hans Jörgen kom inn á miðuna. Svenni að fá hérna hvíld. Það var nú hvalriki fyrir Jón Bjarni að fá Aron Pálmarsson í sitt lið. Já, heldur. Já, hörru, þetta var skemmtilegt. Hann greip á þrisvar. Já. Gaman aðeins að hefða svona smá klaps á línumönnum en þeir klára samt færi. Já, það er mjög góð. Einhver smá bleit á boltanum. Og séu að Jón Bjarni er komin úr peysunni. Já. Væntanlega bara á leiðin inn á næstu sókn. Já. Þetta er alveg mikla líkur á því. F-fangarnir stilla upp hérna í. Já, vel spila hana góður varnarleikur á Stjörnunni. Já, vel unnið. Ekki þarna, F-fangarnir bara leystu þetta mjög vel. Það var svona leiðu þess að þetta verið góð varnarleikur og gefur svona óöguð. Já, þetta var, já. Hlaup út í vörninni. Það var eins og við segjum, þú varst með hérna góð hjálpavörn og góð vinsla, svo kom ein sala þetta í lokin. Já, en F-fangarnir líka bara klókir, svona og bara rólegir og neittu byggðu eftir glöfunni. Héldu boltann í gangandi. Það er stundið þannig, það maður orð þolinmóður. Já. Jakob bara stelur þessu. Ég hugsa að þetta sé 2 mínútur. Já, það er bara algjörlega ekkert hægt að segja við því. Og F-fangarnir komnir yfir. Já, 14-13. Og bara allt í toppstandi. Já. Eins og er. Hvort liðið ennþá tekið leiklega? Já, 22,5 búinn af fyrirháleik. Staðan 14-13 fyrir FH. Og Stjarnan einu færri. Tandri. Góður í vörninni hann að. Já. Þú mannst ekki nöfnin? Miður. Ég ætlaði að spyrja það. Það var kannski frekar þessir yngri hjá FH sem að ég þekki ekki alveg nöfnin nægilega vel hjá. Það er þessi lekurinn hjá Tandra. Enginn í marki, Singer á leiðin í marki. Já, Tandri klókur þannig að steig bara út í ás að hann gæti ekki skotið. Já, og svona gera það verkum þú. Já, vel gert. Já. Já, vel varið að Sigga. Já, það var vel gert til Sigga. Stóð á beið og gaf honum nærhóttni og steig svo fyrir og tók það. Og þá höldum við hérna áfram. Já. Stjarnan kemur svo, geta komist aftur yfir.
verið smá svona bortennisleikur inn í fyrri hálfleik. Já, þetta er liðið skiptast á að hafa fórustu. Þá skotið ekki nægilega gott skot þarna. Og Æðfæðingar skorið. Æðfæðingar skorið yfir, vel gert, vel skotið yfir. Já, Stjarnan ekki alveg að gera nógu vel úr úr hlutunum. Nei, og svona missa svolítið svona klaufalegt. Já, og annar hendur í leikhlé. Hann tekur leikhlé. Staðan 14-15, 24-18 á klukkunni. Hvað er það mikið eftir, Drengi? Þá ég skal ég segja 6 mínútur. Við getum líka að fara í nákvæmt 5 mínútur og 42 sekúndur eftir. Það er bara svoleiðis. Ég sé að þarna mínir iðkendur á klukkunni, það var greitt að gleyma að íta á timeout. Já. Svo sem ekki tiss á því. Þú þekkir þeir? Já, já. Það er svona má segja sama þennan leik og síðasta leik. Þetta er svona ró yfir þessu. Þetta er svona... Já, það er svona spurning hvort það sé eitthvað mjólkusýr í gangi. Já. Það er eins og allir hafa verið í útilaupi í gær á milli leikja. Svona... Já. Það tekir einhver þungur hringur, 12 kilometrar. Já. Nei, það er ekki það. Það var bara gert þar ég að því. Það er ekki gert í dag. Nei. Þetta sem betur fyrir þjálfunarfræðin búin að þroskast frá því að ég spilaði. Já, aðeins. Leikliðið lokið og sjáum hvað teiknaði upp hjá Stjörnunni. Þeir halda áfram í 7-6. Vel varið hann að Birkir bara, þetta er lína, ekki? Það var bara við að fara bara tvöfalda. Föslu. Já, vel gert þarna. Sjáum við Siggi. Siggi Jóns kominn inn á, við þekkjum hann. Uppalinn svona í Stjörnunni og Haugum. Já, átti nokkur góð ár hérna á Ásvöllum. Alveg flott eintak af manni. Algjör snillingur. Spilaði hérna í sterkum. Já, vel gert. Það var skemmtilega gert hjá Stjörnunni. En Birkir bara svo klettur hann í markinu. Já, Birkir bara með það. Þetta var svona skemmtileg. Línumennir svona ríktu, hvað var að segja? Svona sikkur áttina. Já, en þess að þetta móti hverjum öðrum. Já. Það var svona eins og þau væri bara að teygja á. Svona, tóð sér sundur. Já, það var skemmtilegt. Vel varið þarna. Jónsberg ekki alveg sammála. Nei. Það er í fyrsta skipti. Leikmenn ekki sammála dómi. Þetta er fríkast. Já. Óli Gúrs gerir þetta bara mjög vel. Já. Það er búið að vera 14-15 núna í svolítið tíma, ekki? Jú, alveg allavega 2-3 mínútur. Það er ekki verið komið mark í þennan leik lengi og svo fáum við mark núna. Já. Vel, svona nokkuð vel skotið. Birkir samt í þessu. Já, Birkir er eiginlega búin að vera í öllum boltum, alveg saman hvort sem hafa farið inn líka, svona mörgu þeirra allavega. Það er allavega ekki að sjá að hann hafi ekki verið að spila í fyrra. Markmenn þeir geta hægt í 2-3 ár og koma sér inn eftir alveg eins og ég veit ekki hvað. Já, svo er það. Vel útfærð sókn þarna og vel klárað. Og þú sagðir á hann, það er vinstra hopnið, það er ekki vandamál hjá FH. Nei, það er alveg... Það er lúksusvandamál frekar. Þetta er viti.
Óli Gúst bara langt inn í teg. Óli rölti þarna 3 metrinn í teg og kom svo aftur út á braut. Þú ert búin að spila nokkra leiki Óli minn, þú veist þetta. En hann er búin að eiga í smá vandræðum hann Jón hann inn á línu með að grípa fyrst. já, verið svona smá eitthvað Tandri á punktinn. og skorar. Birkir á línunni, ætla hérna sækan. Tandri hefur bara verið að klára sín víti, örugglega. Já, þetta var mjög örugt. Já, 16-16. Ræðfangar koma hérna og það eru 2 mínútur eftir að þessum fyrirháleik. Vel gert þarna og kom. Þannig kemur þeim maður, Jón Bjarni. Bara á Ási bara finnur hann og það var ekki að sögum að spurja svo ég segja. Vel gert Og þarna. blokkar ekki á Sigga, hélt hann opni fyrir hægri skyttuna. Nú var að koma sér heim. Já, vel Góð gert hjá vörn. Sveinandra. Frábær vörn. Nær að stoppa flæðið. Og það er 1,5 mínúta eftir þessum hálfleik. Mikið skora. 17-17. Já. Jón Bjarni skorar að þessu og sjálfsögðu. Já. Hann er búinn að vera frábær á línunni fyrir FH. Já, mér fannst það líka stíga alveg rosalega vel upp í fyrra. Já, ég er sammála því. Hann og... Já, vel gert. Já, skemmtilegt. Þetta var... Nei, heyrðu. Vonandi... Það letti á Birki. Vonandi að þetta sé ekkert alvarlegt. Já, Það hefur bara verið óþægilegt. þetta er ekki þægilegt. Algjört óvileg verk, hann bara lendi bara á honum óvart þegar hann er að koma inn hornamaðurinn. 18-18. Já, Birkir- sammála því, það er búið að skora svolítið mikið og sem er svolítið magnað því að eins og þú segir, Birkir er búinn að vera góður og Siggi er búinn að vera góður líka. Nefnilega. Það kannski segir okkur eitthvað um varnarleik, bækilega. Já, hann er ekki búinn að vera sérstakur. Nei. Já, fótur, missar hann í fótinn á sér. Jón Bjarni, kannski þetta var ekki skynsöm sending. Nei, samt einhvern veginn. Ég skil alveg okkur að tóka þessa sendingu. Mér fannst Jón bara að standa einhvern veginn að leta hann. En Stjarnan getur komist yfir Já. fyrir hálfleikinn. Já, 10 sekúndur eftir að 5 sekúndur eftir að fyrirháleika, það er að taka skot. Og það er frammi á og við förum í jafntefli vantilega í hálfleik. Já. Yes, sirree. 18-18. 18-18 í hálfleik og við tökum okkur bara pási.
Áhaldur góður, þá seinni hálfleikurinn í þessum seinni leik í dag á Hafnarfjörðurinn hafinn og þetta eins og í fyrri hálfleik, FH Stjarnan. Staðan 18-18 og Stjörnumenn byrja í sókninni. Og skora fyrsta markið inn úr hægra horninu. Já, ég mættur aftur. Já, gaman að sjá þig. Og smá ákefni með klukkuna. Og hausbræður yfir öllum. Já, þetta svona, það smá haust í þessu. Það verður að viðurkennast. Já. Stjörnumenn byrjuðu með boltan og skoruðu fyrsta markið í seinni hálfleik. Komist yfir 19-18. FH-garnir byrjaði hérna seinni hálfleik eins og þeir byrjuðu leikinn. Sama uppstilling. Þótti var Stjarnan ekki líka það með það. Já, mér sýnist það. Fríkast. Já. Svo alveg rétt. Hendi komin upp. Jóhannes Berg, já. Þetta gerir hann vel. Þarna þetta. Stjarnan keyrir. Framið, Tandri. Já, vel gert. Laglega gert þarna. Góð fymta. Já, virkilega vel gert hérna. Og Jói aftur á. Aukakast. Já, aukakast. Samt sem að vel varið á Sigga. Já. Það gerir það vel. Það varnarskipting hjá Stjörnumönnum. Andri skiptir við Sigga Jóns. Siggi frábær varnarmaður. Algjörlega mikill baráttumaður. Já. Lætur finna vel fyrir sér. Það fann henni koma. Já, góð fymta. Góð fymta hana. Hann nær takja á honum. Já. Svona. Jón. Nær að brjóta. Hendi komin upp á aftur aðfæðingana. Og Já. Og aðfæðingar fara í gegn og klikka. Og Stjarnan keyrir á. Jón stendur hann. Hann grípur ekki. Það var... datt Tandri með boltan hana. Sá það ekki. Ég sá bara að Jón greip ekki inn í. Og vel varið þarna. Má segja það að þetta svona eiginlega eins og í fyrirleiknum að bestu leikmennir á vellinum eru markmennir. Já, það hann að greinilega verið eitthvað markmanns átak í þessu Hafnarfjörðarmóti. Já. Sandri og Sveinn. Já, opnar vel og vel opnar fyrir hægra hornið. En lína. Ekki það, Birkir varði þetta, hvort þið það skiptir ekki máli. Og sjáum við, þetta fríkast. Já. Mögulega einhverjir sem hefði viljað víta en ég held að þetta sé bara hárréttur dómur. Já, það hefur verið svona, já, skil alveg Einar að vera ekki alveg sáttur. Ég hefði alveg viljað víti, Algjörlega. Manni finnst það oft þegar mann komin í gegn. En Einar stillir upp og leysing hérna inn úr hægra horninu. Vel gert þarna og vel varið. Já. Og bara alls ekki nægilega góð sending hana. Nei, furðulega sending. Það ekki eins og 3 ræðfæðingar eða ekki og 1 Stjörnumöður. Já, þetta verð Siggi, sástu, enn og aftur þá býða þeir svo sjá hvað gerist. Já. Ef það nefnilega mikið markaslega, hann Sigga, þótt að kannski 12 myndi ekki telja hana. Nei. En þá var þetta varið bolti. Já, 12 fræðin Hún getur blegt. Skrítin fræði. Já.
Og þetta er líka skrítin sending. Já. Af fríkast. Heppnir hafna F-fáingar. Já, Eina pínu bara heppin, þetta var svolítið svona. Og þetta er ekki dauðafæri og Siggi Ver. Ég hefði dæmt runningu á þetta, persónulega. Já, Siggi hefði ekki dæmt runningu, hann hefði bara viljað fá vanið bolta. Sem hann fekk. Heldur betur. Já, sett. Þetta hefði svo sem líka geta verið kannski runningur. Já. En við sjáum það að F-fáingarnir eru svolítið að kannski ekki að spila á sem sterkasta liði, eru svona kannski að gefa mönnum séns og koma þeim í gang. Já. Algjörlega. Góðu varnarleikur hann að Óli Gúst Veran. Óli hefur verið flottur í vörn í þessu leik, svona. Já, ég saman því. Óli er farbár varnarmaður. Þannig, já, sérðu þetta. Það var vel gert hjá Svenna. Spóla sig í gegn, verið óheppinn í gegnum tíðina með meiðsli að hann Svenni. Frábær leikmaður, alveg upp hjá IR og fór þaðan í afturöldingu, meiddist þar, fór svo út og kom svo heim í Selfossi fyrra og meiddist. Já, jú, ég held að sé rétt í hann. Hann kom nú einhverja æfingar hérna á Haukunum, veit ég, og svo endaði hann hjá Selfoss. Já. Svo kom hann í Stjörnuna. Já. En Siggi gera góða hluti núna, en þessar sendingar hérna hjá Stjörnunum, það ekki alveg að mjög skrýtnar. Já, þetta er svona sóknarleikurinn bara svolítið að báða liðum bara hreint út ekkert verið frábært. Þrátt verið kannski mikið að mörgum í fyrirleik, þá hefur þetta svona verið svolítið sérkennilegt. Já, svona margt í þessu tilviljunarkennt og mjög skrýtnar svona ákvarðanir stundum á köflum. Og verður hjá Játri. En Birkir bara stendur áfram, Ver. Birkir og Siggi, fyrstu menn vallarins. Heldur betur, þeir keppa að fá glerdiskinn. Já. Stjarnarsækir, 21-19 fyrir Stjörnuna. Skemmtileg býtur nú við, já, 5. sending, hendi var uppi. Skemmtileg sending hann á Sveini, svona aftur fyrir bak. Ég elska svona sendingar aftur fyrir bak, þótt að þeir eru að ganga upp, sko. Já. Það er að koma að geta mikla minni eitt. Og þá taka F-fáingar leikhlé. F-fáingar taka leikhlé. Ekki að sjá að þeir sé að fara að breyta miklu samt. Þetta er meira svona að þeir skera svona taktískt leikhlé bara aðeins að svona, Já. Lesa aðeins yfir mönnum. En Jón geti verið að koma inn á línu. Það er svona. Væri nú gaman ef að F-fá vinnur þennan leik, þá er náttúrulega úrslitaleikur bara, Haukar F-fá á laugardaginn. Hafnarfjarðarmeistarann. Já, þann stóra. Já, þú sé það í síðasta leik og í þessum að Óli Gúst hefur ekki farið í miðju. Hann átti nú alveg 2-3 leiki á síðasta tímabili sem hann spilaði frábæran sóknarleik með Káa. Heldur betur. En svo er spurning hvort að hann sé hugsaður sem sóknarmaður hjá þessu F-liði. Þegar þú ert með svona leikmenn eins og Ása og Aron og Einar og
fleiri. Já, það er svo það. Og með unga og ferska stráka. Já. Og hann er verið. Hann er alltaf fyrst og fremst varnarmaður. Það er klart. Já, það er náttúrulega komið við nokkuð ljós síðustu 2 leikjum hérna. Og en nú aftur bara, þú veist, ég held að það sé líka bara rétt. Svona oft þegar þú ert í svona hálfbroti þá verður að halda boltanum og þarf að kasta honum frá þér. Þetta er fótur. Það var áhugavert að við hefum talið hérna að tapa bolta og þetta er ekki. Hann sér að það síður á skallanum á Steina Arndal. Getur ekki verið sáttur við tapaða bolta, alveg saman hvort þú ert í æfingarleik eða hvað. Klaufalegir tapaða bolta, það er eitthvað. Já, þarna Stjarnan komast 3 mörkum yfir og það er 2 mynda brottvísun. Já, ég veist bara ekkert skrítið. Það fer í andstæðunum þegar er svona í klafsar í hann þegar hann er að fara í skotið. Jep. Þetta er bara hárrétt. Helviti að fúlta hérna fyrir Stjörnuna og svo þarf mann út af og þá skiptar Ásæn. Já. Spurðu hvort að þeir hagnast á því að vera einu. En þú ert allavega að fá reynslu búnt að þinni. Já, heldur betur. Verður gaman að sjá hvernig sóknarleikurinn breytist núna hjá FH allan þessar 2 mínútur meðan Ásir inn á. Og Jón inn á línu. Byrjar allan á því að skora og gerir það bara mjög vel. Mér nefnilega fannst Ási í fyrra, sérstaklega í úrslitakeppninni, svona vakna svolítið upp úr dvala. Já, hann var rólegur á tímabilinu. Og var hann alveg geggjaður í úrslitakeppninni. Steig upp í gríðarlega mikilvægum leikjum og gerði þá allt sem hann þurfti og hjálpaði F-fáingunum alveg gríðarlega. Þetta er ruðningur. Það er alveg bara, við erum komin bara með alla skalan af tæknifilm hérna. Tapaði, tvíkur upp lína, skref, ruðningur, fótur. Þetta eftir með að tala boltanum sko að þú ert í yfirtölu. Já. Og fá þér ruðning. Ekki gott. Já. Eitthvað. Tæknin að stríða okkur. Ef þú færir hann nær þér, mér finnst ég heyra meira í þér þegar þú gerir það. Já það er betra svona. Já, hann erum við, bara halda honum. Já, það er svoleiðis. Og Ási skorar, hann spurning hvort. Bara að bæta í tækningaræðina. Þess vegna maður að gera 21. Eins og, þetta er æfingarleikur fyrir alla, sjálfboðalega leikmenn og áhörundur líka. Heyrist betur í minuna. En mér finnst það, ég veit ekki hvað fólki heim í stofu segir. Að vel klára þarna. Lítið að fá eitthvað feedback á það. Stjarnan að svona, komum tilbaka aðeins. Þetta er Ási kom inn á. Heldur betur. Og þetta er FH sem er að koma tilbaka. Stjarnan er yfir. Já, Ási kom þarna og skoraði og fekk ruðning og en Stjarnan stóð vörnina og vann boltan og kom. Já, vel varið. Já. En nú býður Ása ekki upp á svona plás. Þá bara hleypur hann í gegn. Já, vel gert. Vel gert þarna og vel klárað. Já, hann er búinn að vera góður hérna. Þetta eru vantarlega 2 mínútur, það er tíminn stoppað núna. Nei. Sem ég verða að viðurkenna, ég er ekki með nafnið á hreinu. 46 hjá Stjörnunni. Stjörnufólk held að þetta, hann hérna er
ekki stjörnumaður sem var lánaður í Fjölni. Gæti bara verið rétt hjá þér. Ég er bara að verða að játa, nafnið er ég bara ekki með á hreinu. Og Ábí Stats í ruglinu. Já, það er bara eins og það er. Það er svo... Já, vel varið að sigga hana aftur. Nei, vel klárað. Já, hirðir upp frákastið sjálfur og skorar. En varandi Ábí Statsi, þá var svona svo vantaði kennitölu leikmanna, þannig að þeir kom ekki inn. Já, ok, það er svoleiðis. Það er svona oft í fyrstu leikjum, en þetta hefði átt að vera að koma inn út af síðasta leikin. Hvað veit ég? Nei, ekki veit ég það. En Stjarnan getur komist 3 mörkum yfir. Heldur betur. 16 mínútur eftir þessu leik. Já, Runingur Runingur dæmdur. Sumir höfðu viljað víti. Já, ég held að, já. Og þetta er bara Barbarsinski. Barbi. Nú er það mikið að gera hérna á kameruna, ég næði ekki að bara næði engu. Já, ég er að ná tökum á þessu held ég. Já, þetta tækni óður. Já, ég kallaði rýmislegt. Já. Og Andri. Þetta er vel gert. Benedikt Marno Hergísson er sá örfendi í Stjörnunni nr. 46. Fékk ég upplýsingar hér frá mætum manni sem er að fylgjast með okkur. Það er og gott var í láni hjá Fjölni tímabili 22-23. Þetta, ég var þó með eitthvað allavega. Það varst með næstu í rétt. Já. Það er gott að hafa góða að. Já, ég er ánægður með þetta. Takk fyrir þetta. Við þykjum allan það stuðning sem við getum fengið. Já, góð vörð hjá Stjörnunni hérna, Jón og Jóel. Línumennir unnu þarna vel saman. Já, ég er samanlega, Jón var ekki fyrir utan punkta þegar hann tók. Svo eftirminnilega held ég Stefán Rapp. Já. Nei, hann var öfugt. Það var ekki? Já, á að hljópa hann úr vörðinni. Já. Það er bara átt á línunni þarna, já. Dómarinn stoffarta, eðlilega, þeir hérna held ég kom af hann, þetta var... Aðeins að klípa og knúsa. Já, ég held í dreifirnar og svona tóðust á. Þannig að ennþá halda þær áfram. Já. Stjarnan, vinnur boltan. Og... Já, Birkir. Ver þetta. Já. En svo að drekka vatn. Það var ekki gott skot, fannst mér. Og annar Barbi. Jéminni. 2 Barbar í leik, það er ekki gott. Nei, það reynda sig eitthvað leikmaðurinn. Já. Sem betur fer. Já. Þetta hefur verið slemt. 25-22 fyrir Stjörnuna. Og það eru 14 mínútur eftir. Tæpar. Andri. Fast skot, frákastið og Birkir fljótur upp. Já, vel gert að Birki. Hann er bara eins og að sé tvítugur hann í markinu. Já, það er ekki að sjá að þessi maður sé búinn að spila í hvað? 300 ár. Ég ætlaði að segja 20 eitthvað. Það gekk á langt. Nei. Þetta má. Nei, vel gert að Birki. Hann var snöggur upp og hérna og tók góða bolta. Það er fákvæmni koma að geta minkað í 2. Ási og Jónin á línu. Alltaf læti í kringu Jón. Það er bara eðli góðs línum hans. Þetta hljóta að vera 2 mínútur. Það er klart. Það er alveg klart. En það er svolítið þannig fyrir mig allavega. En það eru læti í kringu línumann, það er yfirleitt mjög góðu línumann, það sem er já, í kringum. Ef þetta hafa mikið fyrir honum. Já.
En það er aukakast, það er ekki víti. Já, sérkennilega þegar mér fannst Jón Bjarni vera komin í gegn. Já, eins og maður segir, ég hefði ekkert komin óvart þó að það hefði verið víti þarna. En dómarinn góðir dómarleiksins, dæma aukakast. Þetta var skemmtið, hann einhvern veginn svona sótti boltan út fyrir hann og... Já, þetta var skemmtileg sending. Jón hérna, já. Hann krækir í boltan. Já, þetta var vel gert þangað til skotið var framhjá. Já, þetta hefði getað verið geðveikt. Já. En ef að hefði þeim, svo ég segja... Ef að hefði, það er ekki til í íþróttum. Nei. Já, Svenni kemur á. Jæja, heyrist hérna á öllum áttum og það fanga vilja hendinu. Skil það svo sem búið að vera löng sókn á Stjörnunni. Og nú þarf að koma skot. Já. Klókt hjá Tandra. Aðeins að éta niður af brottvísinni. Já, og ég held að það sé bara einn sending eftir með að við svona... Já, svona hvernig leikmenn stilla sér upp. Gætu verið tvær en... Ég veit ekki, nei. Tandri vantilega bara að fara upp í skot eða bara sækja annað fríkast. Nei, þetta er, sko, þarna er Tandri ekkert, hann er ekkert að fara í skoti. Hann er bara að fara til þess að sækja fríkast. Nákvæmlega. Og dómarinn bara lesi þetta. Þetta var ógeðslega vel dæmt. Þetta er svona atriðum eitthvað sem er vel dæmt. Já, við erum klárað hann útskorar hann. Já. Þetta var sjálfströst í þessu sluti. Já, þetta var vel gert. Gott eftir að hendi Barbasinski að taka svona og bara gera þetta alveg. Vel gert hjá honum. Mjög gott. Vel gert. Nei, svo segi ég, þú ert að fara í árós til þess að fá aukakast, ekkert annað. Nei, og þá svona... Hendin uppi. Já, bara dæma á það. Já, ég veist þetta. Já, tekja minna brottvísun á hann. Alveg bara klárt. Steini, eitthvað fúll. Já, alveg sama hvað þú bendir á. Hann bara, þeir voru tveir þarna hamast í honum og toga hann sitt á hvað. Og bara... Fyrir mér bara alveg horfið dómur. Það er leiklega. Stjarnan hendir í leiklega í stöðunni 25-23 fyrir Stjörnuna og það eru 10 mínútur eftir. Ja. Eða hvað? 10 og 28. Já, 23. En við viljum vera nákvæmina. Já. Það er nefnilega... Þetta virðist vera bara... Hvað var að segja? Allt í toppstandi. Eða þannig. Allt í teski. Allt í teski, svo að segja. Það er svona vinsælt orðatiltæki hjá vissum aðilum allavega. Algjörlega. En verður áhugavert að sjá hvort að Stjarnan bara klári ekki hana leik. Já, Stjarnan er sko allt annað að sjá Stjörnin í þessu leik heldur en hérna fyrir 10 dögum. Já. Og það er svona meiri ró yfir þeim og hérna já, bara einhvern veginn miklu betri í dag heldur en við vorum. Algjörlega töluvert betri. Að samaskapi er ekki búið að hreyfa mikið hérna fyrir utan hjá þeim. Nei, og þeir eru sennilega bara að testa hvað geta komist upp með að hafa þá mikið inn á. Hans Jörgen hefur komið inn á hérna til þess að hvíla menn en Pétur Árni hefur til dæmis ekki komið inn á 1 sekúndu. Ekki veit ég held að sé ekkert, þú fer ekkert í leikbann í Hafnarfjarðarmótinu. Nei, það er ekki glæsileg sókn þarna. Það er ekki bara besta sókn í leiknum. Já, bara frábær og bara eitthvað sem að Hrannargarðinlega teknaði upp hérna í leiklífinu og þeir bara framkvæmdana og
útfærðu alveg upp á 10. Virkilega vel gert. Galopnuðu vinstra hornið. En fannst að koma og þetta mynda aftur í sömur 26-23 núna 9,5 minútur eftir í leiknum. Já. Og F-fáingar sækja hratt á þetta á sig. Akko bara grípur ekki boltan og lenda þar að lendi 4 mörkum undir. Já, Björnsson fljótur að hugsa og hérna. Það er eitthvað skrítið hljóðið þér. Ég heyrði það sjálf. Já. Nú heyri ég ekki neitt. Spurning hvort að svo dottin út. Ég er ekkert í það nefnilega og held ég þessu bara ganga dega með hann og reyna að blara eitthvað einn og Andri treystum hann að hann kom og greiði þetta en nú sjáum við hérna að gott skot ofinn að hann fari ekki inn. Þá koma Stjörnumenn og geta þar að leiðandi komist 5 mörkum yfir í þessu leik. Og ég myndi segja með að við svona gang leiksins það er komast 5 mörkum yfir, þá er gott sem komni með þetta. En já, Voru þessu leik allavega. hafna kostið. Datti inn. Já, heldur betur. Já, bara kom inn með stæl. Ég segi það er ekki verið mikið skor þannig séð þó að okkur finnst glæsileg sending hjá Tandra. Það var svona aðeins meira skorað í fyrir áleik. Já. Já, ég meina staðan í hálfleik var hún ekki 18? Nei, hvað var hún? Jú, 18. Það ekki? Jú. Hún sér það er hægsta þessu markaskorið og lúmst skot þarna óöppin að hitti Gramman. Já. Já, Siggi. Já, góður. Varnarleikur hann bara svona stjarnan eru svolítið bara svona stíga bara ágætlega upp hérna undir lokin. Já, það eru svona að meiri ákveðið finnst mér. Þeir brotnuðu svolítið hérna mútið Haukunum í fyrradag. Algjörlega, en svona allt annað að sjá núna en Það er fáingarnir á samanskapi finnst mér ekki að spila. Já, virkilega vel skotið Já, hann. mjög vel gert. Það er fáingarnir var ekki alveg að spila á fullri getu og styrk í þessu leik. En nei, spurning hvort þið sé að spara sig fyrir leiki gegn Haukum. Já, það má vera. En, já. Eða bara spila á brettinni. Já, samt með sko 2-3 stráka þarna sem að hafa ekki spilað en einustu mínúti í þessu leik. Nei, það er alveg rétt þegar. Já, Sveinn Andri. Sveinn Andri óheppinn þarna en á samanskapi vel varið hjá Birki. Já, Sveinn vildi meina að vera inni. Ég ætla ekki að reyna að dæmi það. Nei, ekki séns. Nei. Þeir standa hana við hliðin á markinu. Þetta vel varið vítakast samt sem áður. Já, íta eftir ás og hérna, já, helst er bara hárið. Algjörlega, og þá kemur Símon. Já, Vítaskipta að fá í gap. hann á punktinn, það er alveg klár. Já. Það er alveg saman hvort þó hann sé ekki búinn að koma inn á í 1 sekúndu, hann kemur að taka vítið. Já. Heldur betur. Búinn að skora 3 mörk í leiknum og Ekki spila. hvað ætla að sé með? 25 sekúndur inn á vellinum? Já. Valla það. 15 sekundur. Já. En já, Stjarnan kemur 2 marka munur og 5,5 mynd eftir. Hans Jörgen kominn inn á miðinu hjá Stjörnunni. Tandri Rekur Jón hérna niður á milli 1 og 2. Hans Jörgen reynir að finna Sigga. Það er að gerast. Þetta er lína. Þetta hljóta að vera þannig. Stjarnan voru heppnir þarna samt að fá boltan. Að halda honum boltan sem segi. Tandri á. Þetta var bara ekki gott og Birkir skorar. Hann með kórónan, hann tryggði sér eiginlega skjöldur þarna held ég. Ég held að
eins og við sögum, þetta er bara dagur markmannana. Þetta verður skráð í sögubókunar. Það verður svona alþjóðlegu dagur markmanna. Hafnarfjarðarmóts markmann. Hafnarfjarðarmót markmennir. FH búin að minnka niður í 1 mark. Sem að maður sá ekki alveg fyrir þess að þetta var áðan. En vel gert, þetta kallum við vel gert, vel skotið og góð afgjörðslega hérna í vinstra horni hjá Stjörnunni. Og FH-ingarnir minnka aftur í 1. Það var ekki Ási sem skorar hana. Jó, það var útsála hana hjá hotnamannum. Vel gert. Og vel varið, en vítakast. Ég er ekkert allt ánægð með þetta. Ég held að það hafi bara verið rétt. Ég er bara algjörlega. Algjörlega. Tandri kemur á punktinn. Getur komið Stjörnunni 2 mörkum yfir. Það eru hvað? Hann gerir það. Algjörlega þegar 3,5 mínútur eftir. Stjarnan 2 mörkum yfir. En það má ekki gleyma því að FH-ingar voru alveg í hörkuleik hérna á móti IBVF. Þannig að þeir geta alveg komið tilbaka. Vel gert þarna hjá Jóhannes Berg. Stjarnan heldur áfram í 7-6. Þetta segir svo hugur að Stjarnan muni spila til 7-6 í vetur. Heldur betur, það svona lítur svolítið þannig út. Við hefum þetta allavega. Hans Jörgen kemur á. Reynir að finna línuna, tekst ekki. Nei, það verður svolítið mislægar hendur hjá Jóni, finnst mér í dag, línumanni, sem við hrósuðum nú hérna í upphæði leiks. Þannig verður ekki alveg svona, vel gert. Þetta er ruðningur. Og þetta ætti og eiginlega að vera 2 mínútur. Hann sleppur honum. Sleppur honum. Ungur. Gaman að segja sinn. Og þetta er bara fríkast, góð vörn. En hér geta FH-ingar sett smá spennu leikinn og jafna þetta. Gefum okkur hérna spennu í síðustu 2 mínútur. Sjáum það Ási og Jói hérna hægra megin. Þetta var, líkt að skrefi. Þessi hefur nú reyndar alveg gert tilkall í skjöldi góða. En ég ætla að lega þeirra á þessu. Ég er markmannsmegin þarna. Ég finnst hann bara búinn að vera góður í þessu leik. Allan leikinn líka. Búinn að standa og gera þetta vel. Og það sem þú ert náttúrulega nettari af okkur tveimur þá stekkur þú niður og aðfendir þessum herramanni, eða ekki? Jú, ég get græða það. Snillingur. Nettari og yngri. Aðalega yngri. Stjarnan kemur á. Þetta er mikilvægt sótt fyrir Stjörnu. Það er alltaf hérna ná í sigur í þessu leik. Tæpir að tapa boltanum þarna og þetta er svolítið hendur komin upp. Tandri, Hans Jörgen með skot í vörðina. Hvað er einsending eftir? Jú, mér sýnist það verður okkur skot. Þetta er hot. Hann var ekki langt frá því að fara inn. Nei, þetta er hotkast. Ég væri alveg til í einhverja bombu núna. Það væri gaman. Sérðu? Hún verður að fá, nei, þetta er ekki á margar sendingar. 1 mínúta eftir. Nú getur ekki verið meira en 1 sending eftir. Nei, en ég veit ekki, telst það sem sending þegar þú gefur hann á innkasti? Það er góð spurning. Nú á að stilla upp fyrir Tandra. Það er ekkert annað að gera. Og þá sjáum við að vekkurinn tekur þetta og það er klart. Þetta Stjarnan býtur nú við. Ég skil FH-ingar bara vel að vera ósættur hana og
Nei. Það er drama Myndaðileg maður. Tandri setur hann eftir lengstu sóknar í sögu Hafnarfjarðarmótsins. Já. Og FH-ingar taka leikhlé. 30 sekundur eftir og Stjarnan er 1 mark. Já. Það er spenna í þessu. Já, ég skil FH-ingarna. Stjarnan hérna tafði svolítið hérna í hendi kominu upp, alla sendingar búnar, einsendinga eftir og þú ert í smá rölti hérna í innkasti og eitthvað, en ekki það að ég tek ofan fyrir Tandra að setja mark úr þessu. Algjörlega og bara klókt hjá Stjörnunni að svona gera eins mikið og dómari leyfir. Já, klálega. Það verður ekki tekið að þeim. Og þetta gerði þau bara lista vel. Gerði þau áhugavert að sjá hvernig FH svara. Já, það er spurning hvað gerist. Það eru, sem að segja, það eru 27 sekundar eftir af þessum leik. Og Hrannar í einhverju samskiptu við dómarann hana, ég veit ekki alveg. Nei, ég veit ekki hvort hann. Já, það geti hafa verið að biðja bara timeout leið og ég veit ekki, ég átti hann ekki alveg hvað hann var að gera. Allavega, sjá til, FH-ingar eru 7-6. Jói og Ási. Já. Það er þetta ruðningur. Nei. Nei, það segist Óli blokkering sig. Þetta var dýrt. Já, og hann sýnist mér Stjörnumenn bara vera að klára hana leik. Klára þetta. Og sigra hann. Já. Lokatölur í þessu seinni leik í kvöld. Eru þú að tala skokka? Ég var niður. Já, ekki gleyma skálinni og sendur ykkur að maður leiksins. Já. Já, Já, þessi leikur endar 30-29 fyrir Stjörnuna í skrýtnuleik, en Stjarnan gerir vel að vanda þessum sigri. Herra, við þakkum fyrir okkur í dag og minnum á seinustu fyrir Hafnarfjarðarmótinu á laugardaginn, þar sem að mætast Haukar og FH og IBVF og Stjarnan. Takk fyrir okkur í kvöld.